Almyrkvi á sólu verður eftir 23 klukkustundir. Veðurútlitið ekki gott á suðvesturhorni landsins og fjöldi fólks streymir vestur þar sem von á bjartara veðri. Fjöldi loftfara verður á sveimi og loftrýmisgæsla verður aukin. Vísindamenn frá bandarísku geimferðarstofnuninni NASA freista þess að fljúga með skugga mánans í almyrkvanum á morgun og afla þannig mikilvægra gagna áhrif sólar á jörðu. Farkosturinn flugvél á áttræðisaldri. Ásta Sigurbjörg Guðjónsdóttir upplifði almyrkva á sólu í Vestmannaeyjum fyrir 72 árum, þá 25 ára. Það var stórkostlegt að upplifa þetta. Samtök atvinnulífsins og ASÍ verða að koma sér saman aðgerðir sem þau vilja sjá ríkisstjórnina grípa til, segir forsætisráðherra. Ekki sé endalaust hægt að leysa kjarasamninga með stórum ófjármögnuðum aðgerðapökkum. Leitað að fólki á lífi í húsarústum í Kólumbíu. Jarðskjálfti sem reið þar yfir í gær svo öflugasti í marga áratugi. Að minnsta kosti 240 hafa fundist látnir. Komið sæl. Innan við sólarhringur í almyrkva á sólu, þann fyrsta sem sést frá Íslandi í 72 ár. Næsti almyrkvi hér verður ekki fyrr en árið 2196. Undirbúningur hefur staðið yfir í marga mánuði. Fjöldi erlendra ferðamanna kominn til landsins til að líta myrkvann augum og fjöldi landsmanna hefur haldið á Vesturland þar sem almyrkvinn varir lengst. Veðurspáin hins vegar enn mjög óhagstæð. Samkvæmt veðurspám verður skýjað mestallt land og mjög þungbúið á suðvesturhorni landsins. En það von að það verði einhver göt á skýjahulunni á Vestfjörðum þar sem búist við miklum fjölda fólks. Og þar Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður. Margt manni nú þegar, Greta? Já, það þegar orðið allt fullt á hefðbundna tjaldsvæðinu hérna í Breiðavík, en það streymir fólk núna inn á túnin sem sem hótelhaldarar búin að taka frá fyrir bæði bíla og tjöld fyrir fólki sem verður hérna að njóta myrkvans. Þetta sá næturstaður sem hvað næst vestasta tanga landsins, því það má ekki tjalda út við Látrabjarg yfir nótt, Þar sömuleiðis alltaf verða klárt. Björgunarsveitir þurftu að aðstoða þar út frá í dag. Og í kjölfarið lét lögreglan okkur vita því að fólki bent á, sérstaklega þeir sem ætla að ganga hérna Breiðavík út af Bjargi, að fólk beðið að athuga að vera vel búið og að til þess að leggja á sig göngu á þessum tíma þurfi fólk að vera í þokkalegu formi til þess að auka ekki álag og viðbragðsaðila. En hérna þessi piltar búin að standa í ströngu við að vísa fólki í næturstað í allan dag. Hvernig hefur dagurinn gengið? Þetta hefur bara gengið mjög vel. Það svaka trafík og þetta rennur bara smút fyrir sig. Allir að sáttir bara. Hvernig þeir nú ennþá dálítið vona á meiri umferð í kvöld eða hvað? Já, við höfum alveg vonað töluvert mikið meiri í kvöld og við höfum engar áhyggjur af því. Það ekki neinar. Bara velkomin. Hvað standið vaktina lengi? Hún verður löng en hún verður skemmtileg. Alveg bara örugglega langt fram á nótt. Fólki sem að koma hérna í gistingu, þetta mikið innlendir ferðamenn eða erlendir? Þetta mestmegnis erlendir ferðamenn en ég hef alveg trú á því að Íslendingar koma, bara örugglega ekki finna morgun. Við erum svo hægfara í þessu. Og það eru flestir komnir hingað til að sjá myrkvann, það ekki? Jú, ég held að allir séu komnir hérna til að sjá sólmyrkvann. Þar af leiðandi ég. Það verður klárlega margt manninn hérna í kvöld og morgun að fylgjast með myrkmannum, en fólk líka að flykkast út á Snæfellsnes og Sigurður Þorri Gunnarsson á Hellisandi. Sigurður, fólk byrjað að streyma inn á svæðið? Já, hér fyrir aftan mig var að ljúka setningarathöfn hátíðarinnar Icelandic Eclipse sem að fer fram næstu daga hér á Hellisandi og maður finnur það að stemmingin góð hérna og það eitthvað svona áþreifanlegt í loftinu, spennan fyrir stóru stundinni á morgun mikil. Og það gert ráð fyrir því að hér verði nokkur þúsund manns sem að komið saman á Hellisandi og mun því íbúafjöldi þorpsins sem að telur að jafnaði 400 manns margfaldast. Og við erum komin með íbúa, alvöru sandara hérna til okkar. Kári Viðarsson,
Hvernig tilfinningar að fá svona marga gesti til sín hérna á Hellisand? Þetta besta tilfinning sem ég hef fundið í bara áratug held ég. Þetta æðislegt. Gerist ekki betra. En ekki tölvöld áskorun að taka á móti svona mörgum gestum hérna, eins og ég sagði, þetta eru 400 mann sem búa hérna jafnæði, eða ekki? Jú, en fyrir okkur sandarana þetta bara það sem við elskum, sko. Það regla nummer 1 á sandi, það að hjálpast allir að. Og ef allir hjálpast að, þá svona hlutir ekkert svo mikið mál. Og þú ert búin að vera að standa í ströngu að redda alls konar hlutum hér undanfarna daga, eða ekki? Ég búin að vera eins og þeytispjald síðustu svona 3 vikurnar í mörgum af fáránlegustu verkefnum sem ég hef tekið mig fyrir. Bara í mínu lífi, meðal annars að sækja greni til Reykjavíkur og fylla heilan bíl af því og hitt á þetta undarlegir hlutir og eðlilegir líka, svona inn á milli. Og þú ert vel spenntur náttúrulega fyrir morgundeginum. Ég sé að þú ert í prjónapeysu. Þetta sólmyrkva peysa? Þetta sólmyrkva peysan. Þetta eina sólmyrkva peysan sinna tegundar, sagði konan sem að seldi mér peysuna. Þetta kona úr Stykkishólmi, hún keyrði hingað í gær og svona höstlaði mig að ég kaupa peysuna, eldri kona, og hún lofaði mér að þetta væri eina peysan að þessu tagi, þannig að ég bara lít svolítið á mig sem ákveði svona fashion icon hérna núna. Og þú ert spennt fyrir morgundeginum, hvernig svona, að þú ert alveg sandari og ert hérna, þekkir allt hérna, hvernig líst þér á veður útlitið fyrir morgundaginn? Mér líst frábærlega á þessa veðurspá. Sko, á sandi í norðaustanátt aldrei ský á himni. Það verður heiðskýrt, við sjáum hennan sólmyrkva upp á 10 og það verða allir hérna bara í einhverju ástandi, sko, bara í einhverju leiðslu. Ég finn á mér þetta að verður klikkað. Já, við skulum vona að spáin rætist hjá þér, Kári. Við kveðjum héðan frá Hellisandi úr norðaustanáttinni og vonum að við munum sjá til sólar hér á morgun þegar sólmyrkvinn ríður yfir, og við verðum hér í beinni útsendingu á morgun í stóru útsendingunni á RÚV sem að hefst klukkan 1 að gera að fylgjast með því, en við látum þessu lokið héðan í bili. Við vonum það líka. Takk fyrir það, Sigurður Þorri Gunnarsson. Nú aukin loftrýmisgæsla verður vegna almyrkvans og fjöldi loftfara verður á sveimi seinnipartinn á morgun, aðalega yfir Vestfjörðum. Þyrluþjónustur hafa í nógu að snúast og sölumenn þurfa að svara fólki sem tilbúið að yfirbjóða þá sem þegar eiga bókaða ferð. Fjölmargir vilja freista þess að vera skýjum ofar þegar að sólmyrkvinn skellur á morgun. Allt þyrluflug uppantað og það eru fleiri einkaþotur hér á hlaðinu á Reykjavíkurflugvelli en gengur og gerist. Við erum búin að undirbúa þetta vel. Það er búin að undirbúa þetta síðan í mars. Erum við búin að vera í nánu samráði við almannavarnir og flugrekendur varandi það flug sem er áætlað og planað á morgun. Þjónustutímar á flugvöllum á Ísafirði og Bíldudal hafa verið lengdir og svo gert ráð fyrir mikilli flugumferð við Rif á Snæfellsnesi. Þá flugstjórnarmiðstöðin með aukin viðbúnað. Út af aukinu umferð í kringum í loftrýminu okkar, og þannig að við erum búin að hækka viðbúnaðarstigi bæði í flugtörlunum hérna á Reykjavíkurflugvelli, á Keflavíkurflugvelli og í flugstjórnarmiðstöðinni, því það má búast við aukinu umferð í kringum landið á þessum tíma. Síminn hringir stanslaust hjá þyrluþjónustufyrirtækjum og fyrirspurnum rignir inn. Fólk vill komast vestur á firði og lenda á stöðum þar sem engir vegir eru, og sumir vilja vera á flugi meðan almyrkvinn er. Það því miður bara alveg full bóka hjá okkur og við erum með alla þyrlunar í lofti allan daginn á morgun, bara frá morgni til kvölds, og þannig að það því miður ekki hægt að bóka lengur hjá okkur fyrir morgundaginn. Það er búin að vera uppbókað þessi dagur í kannski ár, 1,5 ár, þannig að bókarnir byrju að koma inn fyrir morgundaginn bara í janúar í fyrra. Álagið vegna fyrirspurna hafi ekki verið meira síðan í eldgosunum á Reykjanesskaga. Við höfum nú fengið þó nokkuð mörg símtöl að fólk að bjóðast alveg háar upphæðir til þess að taka við af flugunum sem eru nú þegar og sem sagt borga fyrir þeirra ferð og okkar, það sem þau vilja fá. Þannig að því miður þá þurfum við alltaf að standa við bókarnir sem eru. Og þá eru bara nokkrir einstaklingar bara með þyrluna yfir allan daginn og þá lenda þyrluna bara ekki í Reykjavík á meðan og þá eru það bara úti yfir daginn og á meðan sólmyrkvinn gengur. Og hvað borgar fólk fyrir það? Ég get nú ekki sagt það, en það eru góðar upphæðir, það eru háar upphæðir. Nú vísindamenn NASA segja almyrkva sólu einstakt tækifæri til að rannsaka áhrif sólar á jörðu. Tugir þeirra eru hér á landi og nota ýmis tæki við rannsóknir sínar.
40 vísindamenn frá bandarísku geimferðastofnuninni NASA komi hingað til lands til að rannsaka áhrif almyrkva á sólu, á andrúmsloft jarðar og ýmislegt annað. Og það verður rannsakað með loftbelgjum og sérútbúinni flugvél. Og þessi rannsóknarflugvél NASA mun fljúga í 50.000 feta hæð á morgun, freista þess að fljúga með skugga tunglsins og safna gögnum sem munu nýtast við rannsóknir. It's really something, and again, we're kind of chasing it, but it's really the eclipse is chasing us. We're going to get the airplane out ahead of the eclipse. Og með því að fara á 740 km hraða á klukkustund og með skugga tunglsins frá norðri til suðurs tekst að lengja þann tíma sem vélin verður í almyrkvanum. And if the aircraft is in position on time, we should get that 3 to 4 minutes of totality. Vængir vélarinnar eru óvenju langir til að geta flogið hærra og hún tekur á loft frá Keflavík skömmu fyrir almyrkva, flýgur í átt að Grænlandi og snýr við undan vesturströnd landsins og þessi vél ekkert unglamb. Yeah, this one here was built in like 1953 to 1954. En þrátt fyrir nokkuð háan aldur af flugvél að vera hún búin nýjustu tækni og meðal annars nokkurs konar myndgreiningakerfi sem NASA þróaði en það í nefi vélarinnar og nemur ýmsar bylgjulengdir og gögnin svo send vísindamönnum NASA sem meðal annars mæla kórónu sólar sem ysta lag lofthjúps hennar. What that allows us to do is to try to understand why the outer part of the corona is so much hotter than the surface. Yeah, will we know something new about the sun after this project? I believe that we will. CJ segir almyrkva vera einstakt tækifæri til rannsókna, enda gerir NASA fleiri slíkar hér á landi þessa dagana og sleppir 80 loftbelgjum fyrir og eftir almyrkvan til að rannsaka áhrif hans á andrúmsloft jarðar. How will this information gain us, the public? Understanding our local star really helps us understand the interaction between our sun and the planet Earth, how mass transfers from the sun into the solar system. That has a lot to do with solar weather. A lot of satellites and things like that are affected by the solar weather. Það mikil eftirvænting fyrir sólmyrkvanum og fréttastofa ætlar að fylgja þessum einstaka viðburði eftir af miklum krafti. Nú Ingunn Lára Kristjánsdóttir, samfélagsmiðla fréttamaður. Hvernig verður vaktin á morgun? Já, við verðum allstaðar. Þetta verður ánefa mikið sjónarspil og það verður nú að fanga það. Þannig að við verðum með beina vakt í sjónvarpi, á vef, í útvarpi og ekki síst á samfélagsmiðlum. Og þá getur fólk fengið áreiðanlegar upplýsingar umferð, veðurspár og auðvitað séð mikilfenglega myndir. Og við viljum endilega heyra frá fólki og sjá hvað fólk að gera svona yfir daginn. En eins og við sýnum ykkur núna á skjánum, það QR-kóði. Hvernig hægt að nota hann? Þegar þú skannar þennan kóða þá færðu upp vefsíðu RÚV og þar getur fólk skráð nafn sitt, staðsetningu og senda okkur myndir og myndskeið og þetta efni getur svo ratað beint á vef okkar á samfélagsmiðla og jafnvel í beina útsendingu fyrir alla landsmenn til að sjá. Þetta alveg frábært. Ingunn Lára, takk kærlega fyrir þetta og við hvetjum auðvitað alla sem vilja deila með okkur skemmtilegum myndum og myndskeiðum. En við höfum ekki sagt heldur skilið við sólmyrkvann því í dag heimsóttum við konu sem upplifði sólmyrkvann í Vestmannaeyjum fyrir 72 árum. Hann kom inn á óvörum og hún fylltist lotningu en fannst sjónarspilið á sama tíma ógnvekjandi. Ásta Sigurbjörg Guðjónsdóttir 97 ára. Hún man vel eftir almyrkvanum í Vestmannaeyjum árið 1954. Þá var hún 25 ára gift, 2 barna móðir. Og var að hengja þvott út á snúru. Mér finnst það hafi verið fyrir hádegi. Og ég hlýt að hafa verið búin að þvo áður, ég man ekkert eftir því. Ég var bara að hengja út í léttkladd með stelpunni í vagninum og var að hengja út. Þá byrjaði þetta. Það var stórkostlegt að upplifa þetta. Sjá það. Að sjá þegar Túli kom yfir smá saman og fuglakvaki var mjög mikið og kólnaði. Ég tók barnið mitt úr vagninum og hljóp með það inn til mömmu minnar sem bjó í næsta húsi. Þetta mín upplifun.
Og hún sagði mér bara, vertu bara róleg. Þetta gengur yfir. Já. Þannig að þú vissir ekki í raun og veru hvað Nei, ég vissi ekki að væri vona á þessu. Og það finnst mér aldrei merkilegt. Mér fannst þetta ókveikjandi. Mér fannst þetta voðalega mikið sjón sem ég hafði séð. Og horfðirðu í sólina? Ég horfði og ekki minn englir. Það var sól, glaða sólskinn og gott veður. Manstu eftir að hafa séð þessa kórónu sem kemur í... Já, ég sá það. Ég startaði á þetta. Ásta flúði frá Vestmannaeyjum í eldgosinu árið 1973. Nóttina vorum við vakin, svona 20 mínútur yfir 1, eitthvað svoleiðis. Það var erfið stund. Við áttum okkur hvað væri að ske. Afkomendur Ástu telja nú hátt í 100 manns, en hún og maðurinn hennar eignuðust 5 börn. Já, 20 barnabörn og 53 langkomi barn. Og það komi 5 langa. Ég hlakka til að kíkja í þetta á morgun. Hvar ætlarðu að vera á morgun? Upp á taki hérna. Hjá vinkonu minni. Það eru svalir hérna upp á taki. Við ættum ekki að fara neitt. Það sér í sólina. Og nú snúum við okkur að öðrum fréttum. Forsætisráðherra vill að SA og ASÍ komi sér saman þær aðgerðir sem þau vilji frá ríkisstjórninni í efnahagsmálum. Milli þessara aðila verði að ríkja traust. Hún segir að ekki sé endalaust hægt að leysa kjarasamninga með því að koma með stóra ófjármagnaða aðgerðapakka. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða. Að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp í haust. Kjarasamningar voru undirritaðir í mars 2024 til 4 ára en hægt að segja þeim upp ef verðbólga fer yfir 4,7%. Forsætisráðherra segir að án olíuverðshækkana væru þau nálægt verðbólguviðmiðinu. Ég sýni því skilning að fólk hefði viljað sjá aðra tölur. Ég hefði líka viljað fá það, en við bara búum í þeim veruleika að við stýrum ekki öllu akkurat núna. Hún segir ríkisstjórnina tilbúna að skoða afmarkaðar fjármagnaðar aðgerðir því hallaleysi sé stórt atriði. En hvað er til ráða svo forsendur kjarasamninga bresti ekki? Ég held að það skipti máli að það náist líka gott samtal og samkomulag milli SA og ASÍ. Þetta eru þeir aðilar á vinnumarkaði sem þarf að vera traust á milli og ég myndi gjarnan vilja sjá að þau myndu koma sér þá saman þær aðgerðir sem þau myndu vilja sjá að hálfu ríkisstjórnarinnar. Hún ætli ekki að spá fyrir næstu vaxtaákvörðun. Hún treysti Seðlabankanum. Leysa þurfi þessi mál óháð því hvernig þjóðaratkvæðagreiðslan fer í lok mánaðarins. En ertu áhyggjufull yfir því að sé vantraust í allir þessari umræðu milli aðila? Það liggur alveg fyrir að væntingar og traust á mörkuðum og milli aðila er eitt stærsta einstaka máli þegar kemur í samningum, líka í þróun efnahagsmála, í hagfræði almennt, en við getum ekki endalaust leyst kjarasamninga með því að koma með stóra aðgerðapakka sem eru ófjármagnaðir. Erlendur ríkisborgari hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald í tengslum við rannsókn á andláti á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag. Samkvæmt heimildum fréttastofu var maðurinn handtekinn í lögregluaðgerð í Gnóðarvogi í Reykjavík. Verjandi hans hefur kært úrskurðinn til Landsréttar. Hann er svo þriðji sem úrskurðaður hefur verið í gæsluvarðhald. Hinir 2, erlendur og íslenskur ríkisborgari, voru úrskurðaður í gæsluvarðhald til 17. ágúst og 21. ágúst. Lögreglan hefur veitt litlar upplýsingar gang mála og enn er ekki hægt að fullyrða neitt tengsl mannanna við hinn látna. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-aldri. En leitaði að fólki í rústum húsa eftir jarðskjálftann sem reið yfir vesturhluta Kólumbíu í gær. Að minnstakosti 240 fórust í skjálftanum og 2500 slösuðust. Björgunarmenn sigu niður til konu sem var föst í hálfhrundu húsi. Talið er að margir séu enn fastir undir rústum húsa sem hrundu eða skemmdust í skjálftanum. Björgunarstörf fara aðalega fram með handafli. Borgin Pereira varð einna verst úti í skjálftanum sem var 7,4 að stærð. Rafmagn fór af og því fóru fyrstu björgunaraðgerðir fram í svarta myrkri. Minnst 65 byggingar hrundu í borginni og talið er að fólk sé fast í 15 þeirra. Tenemos un niño allá, pero tenemos también personas que están allá porque eso era una panadería y eso era un albergue de personas. Entonces ahí hay personas todavía. Ya esta mañana se lograron sacar 3 personas. En este momento estamos en espera de sacar una 4ª persona que tenemos ahí pues en la estructura.
Ástandið slemmt víðar. Í Cali, 3. stærstu borgarlandsins, einnig unnið að því að finna fólk undir húsarústum. Þar 200 en saknað. Stjórnvöld sendu 600 hermenn til að aðstóða þar við björgunarstörf og borgarstjórinn hvetur íbúa til samstöðu. Caleños, de esta vamos a salir juntos, vamos a estar unidos. Los caleños y Cali somos todos, no lo olvidemos, todos unidos por Cali, todos unidos por las víctimas, todas nuestras oraciones por Cali. Forseti Kólumbíu lýsti í gærkvöldi yfir neyðarástandi. Yfirvöld fjölda ríkja hafa boðið fram aðstoð við björgunarstörf og það hafa Sameinuðu þjóðirnar og Alþjóða heilbrigðisstofnunin einnig gert. Þá hefur Bandaríkjastjórn tilkynnt $15,5 milljóna framlag til neyðaraðstóðar. Ungverska þingið staðfesti í dag tilnefningu Andras Baka í embætti forseta landsins. Baka 72 ára og nýtur stuðningsþingmanna TISA-flokksins með Peter Magyar í fararbroddi. Flokkurinn vann stórsigur í þingkosningunum í apríl og þar með lauk 16 ára valdatíð Viktors Orbáns. Baka var forseti Hæstaréttar landsins og Orbán vék honum úr embætti þegar hann gagnrýndi lagasetningu sem hann sagði hafa áhrif á sjálfstæði dómstóla. Í sigurræðu sinni í dag lagði Baka áherslu á réttlæti og sátt fremur en hefnd. Bashar al-Assad, fyrrum innræðisherra, var í morgun dæmdur til dauða fyrir sýrlenskum dómstól. Honum var steypt af stóli í desember 2024 eftir nær aldarfjórðung í embætti. Assad var sakfelldur fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni á árunum 2011 til 2024. Hann var meðal annars dæmdur fyrir morð af yfirlögðu ráði, þar á meðal fyrir að drepa börn undir 15 ára, pyntingar sem leiddu til dauða og fyrir að svipta fjölda fólks frelsi sínu. Hann var ekki viðstaddur dómsuppkvæningu. Bráðabirgðastjórn tók við völdum í Sýrlandi 2024 eftir að uppreisnarmenn náðu völdum í höfuðborginni Damaskus. Þá flúði Assad til Rússlands þar sem hann fékk pólitískt hæli ásamt fjölskyldu sinni. Falli Assads var víða fagnað í Sýrlandi en frá 2011 þegar mótmæli brutust út gegn stjórnvöldum sem leiddu til borgarastyrjaldar talið að yfir 500.000 hafi látið lífið en Assad svaraði mótmælum með fjöldahandtökum, pyntingum og drápum. Rúmlega 13 milljónir sýrlendinga höfðu lagt á flótta. Þjóðarleiðtogar og alþjóðastofnanir hétu því að draga Assad til ábyrgðar vegna mannréttindabrota og stríðsglæpa í stjórnartíð hans. Assad tók við völdum í Sýrlandi af föður sínum og samanlögð valdatíð þeirra spannaði rúmlega hálfa öld. Á þeim 20 mánuðum sem eru liðnir frá falli Assads talið að 3 milljónir hafi snúið aftur til Sýrlands. Þó nokkuð sér á Austurskógum í Stafafelli í Lón eftir mikið vatnsveður sem þar hefur verið síðustu 2 ár. Landeigandi og leiðsögumaður segist aldrei hafa séð eins mikið landrof við árbakkana. Þetta hefur mest verið melar eða möl sem hefur verið að grafast hérna út en núna þetta komið nær skógarbrekkunum og 8 metra há falleg birkitré sem eru að falla út í ána. Landbrot vegna hamagangs í Jökulsá í Lóni ekki óþekkt en áin lét finna kröftuglega fyrir sér í stórrigningum fyrir tæpu ári þegar hún reif með sér hluta þjóðvegarins og ruddist yfir varnargarð. Þá var hvassviðri í ofanálag og varð að gera við 50 metra vegkafla. Í sumar kom svo í ljós að vatnsmikil jökuláin hefur nýverið rifið með sér fjölda stórra birkitrjáa og hoggið mikið úr árbökkum. Trjábólir úr allt að hálfrar aldar gömlum birkitrjám, leifar úr skóginum liggja nú á stangli Jökuláraurana. Þessar breytingar eru miklar og þetta hefur áhrif á til dæmis gönguleið hérna í gegn. Við höfum kallað Austurstræti sem leið úr Fljótsdal og 55 kílómetra löng og núna menn lentir í smá basli með að fara hérna í gegn. Gunnlaugur landeigandi í Stafafelli og leiðsögumaður til áratuga. Hann segist ekki hafa séð eins mikið og var í ánni þegar hún náði upp í skógarbrekkurnar. Fólk í ferðaþjónustu á svæðinu vildi gjarnan sjá fleiri fara þessa einstöku náttúru en uppbygging og markaðssetning hafi aðeins flækst fyrir þar sem þarna mætast þjóðlendur, Vatnajökulsþjóðgarður og eignarlönd. Því hafa lætin í vatnsveðrinu og skemmdir á þessum grænu svæðum heldur ekki farið sérstaklega hátt. Íbúar eru fáir og ferðamenn einnig. Eins og hérna þessi lengsta göngubrú landsins sem rétt innan við okkur og þar fara kannski yfir bara
300-400 manns á sumri og svo byggði ég brú inn í Víðidal sem svona 30 kilometrum hérna innar. Þar fara kannski bara núna í sumar 100-200 manns og skálar eru meira og minna tómir. Eggjum var kastað á þinginu í Kosovo helgina. Tími Kadriye þingmaður stjórnarandstöðuna kastaði að minnstakosti 4 eggjum að Albin Kurti, starfandi forsætisráðherra, þegar hann sagðist þurfa meiri tíma áður en hann tilnefndi frambjóðandi til forseta þingsins. Þetta var fyrsti þingfundur eftir kosningar sem voru haldnar í júní. Stjórnarandstaðan sakar Kurti að draga stjórnarmyndun viljandi á langinn og sakar hann brot á stjórnarskránni. Og þá það veðrið. Það austlæg átt 5-13 á morgun, hvassast syðst, skýjað og rigning eða súld með köflum en allvíða þurrt á norðanverðu landinu. Hiti verður á bilinu 9-19 stig og það verður svalast í ströndina austast. En við fjöllum nánar veður að loknum íþróttum. Hilmar Örn Jónsson keppir í úrslitum sleggjúkasts karla á EM í frjálsíþróttum í kvöld og við tökum stöðuna í Birmingham. Guðni Valur Guðnason komst ekki í úrslit kringlukastskeppninnar í morgun en í gærkvöld tryggði Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir sér sæti í úrslitum sleggjúkasts kvenna annað kvöld. KR-ingar tyltu sér svo í annað sætið í bestu deildinni eftir sigur á Fram í 7 marka Reykjavíkurstað í gærkvöld. Þetta á fleira íþróttum hér að loknum fréttum. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Almyrkvi á sólu verður eftir 23 klukkustundir, veðurútlitið ekki gott á suðvesturhorni landsins og fjöldi fólks streymir vestur þar sem von á bjartara veðri. Fjöldi loftfara verður á sveimi og loftrýmisgæsla verður aukin. Vísindamenn frá bandarísku geimferðarstofnuninni NASA freista þess að fljúga með skuggamánans í almyrkvanum á morgun og afla þannig mikilvægra gagna áhrif sólar á jörðu. Farkosturinn flugvél á 8-ræðisaldri. Ásta Sigurbjörg Guðjónsdóttir upplifði almyrkva á sólu í Vestmannaeyjum fyrir 72 árum, þá 25 ára. Það var stórkostlegt að upplifa þetta. Samtök atvinnulífsins og ASÍ verða að koma sér saman aðgerðir sem þau vilja sjá ríkisstjórnina grípa til, segir forsætisráðherra. Ekki sé endalaust hægt að leysa kjarasamninga með stórum ófjármögnuðum aðgerðapakkum. Leitað að fólki á lífi í húsarústum í Kólumbíu. Jarðskjálfti sem reið þar yfir í gær sá öflugasti í marga áratugi. Að minnsta kosti 240 hafa fundist látnir. Þessum fréttatíma að ljúka og þá kom það íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna á RÚV.is allan sólarhringinn. Og við minnum á líkt og Sigurður Þóri Gunnarsson myndi á hér áðan að á morgun byrja bein útsending í sjónvarpinu klukkan 1, helguð almyrkva á sólu og stendur nær óslitið til klukkan 8 annað kvöld. En við á fréttastofunni þökkum ykkur samfylgdina þar sem af þessum degi. Verið sæl.